Þetta er verkefni $16. Ég ætla að enda á að skipta orðum milli lína með því að ýta á kontrol og bandstriki sem er við hliðina á bakklyklinum. Þetta er liður 21 á blaðsíðu C20 en orðskipting hún felst í því að skipta orðum ef það er óeðlilega mikið bil í línunni fyrir ofan. Þá förum við í næstu línu fyrir neðan og tökum fyrsta orðið og reynum að skipta því. Þannig að ég fer hérna fremst í skjalið og fer svona niður, skoða. Það getur verið misjafnt eftir hvað prentari er tengdur við tölvuna og eins hvernig myndirnar raðast á síðuna hjá ykkur eða mér. Það er ekki alveg víst að það sé alveg eins. Þannig ég ætla að skoða hér. Hér er orðið gjald og miðill. Sjáu bilið sem er hér á milli orðana í línunni. Þannig að ég fer hér á milli og ýta á kontrol og bandstriki við hliðina á bakklyklinum í 4. línu á lyklaborði. Síðan fer ég hér og ýta á kontrol og bandstrikið og svo fer ég hérna aðeins niður. Hérna get ég líka skipt og sjá stað. Sjáu bilið hér fyrir ofan, þannig ég reyna að koma orðinu sem sagt í 2 línur, stað og festa. Og ástæðan fyrir því að við setjum kontrol og bandstrikið er að ef við breytum letrinu, stækkum það eða minnkuð eða bætum inn orðum eða tökum út orð, að þá kæmi ekki strikið inn á milli. Það er svona hverfult bandstrik. Þannig að ég sé ekkert annað sem má skipta, þannig að ég ætla að vista skjalið. Og svo er ágætt að skoða í prentskoðun eða svona í view og multiple pages að þetta eru 2 síður. Ef þið værið að prenta skjalið út að sjá hvernig það kæmi út í útprentun, hvernig þetta raðast á síðuna. Það er haus, það er blaðsíðunúmer í fæti, það eru neðanmálsgreinar og það eru myndir. Ég sé öll endurmerki af því að ég er með táknmerkin sýnileg hér og ég sé hnitalínurnar í töflunetunum af því að ég er með það hérna í layout haka við view gridlines. Mér þykir þægilegra að vinna með endurmerkin sýnileg og hnitalínurnar. Sjáu það ef ég tek hnitalínurnar í burtu og endurmerkið að þá lítur þetta svona út.